dagskrá sem tillaga lægri aðgangseyri í sundlaugar Reykjavíkur og þá tekur fyrst til máls Jóhanna Líf Sigurþórsdóttir. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir gestir. Við viljum óska eftir því að aðgangseyri sundlauga Reykjavíkurborgar verði lækkaður og þá sérstaklega aðgangseyri fyrir fullorðna og að gjaldfrjálst verði gert fyrir börn undir 10 ára. Sundmenning Íslands okkur mjög mikilvæg og flestir Íslendingar hafa alist upp við að fara reglulega í sund en nú þessari menningu stefnt í voða vegna of hárra gjalda. Hver kannast ekki við að hafa farið með fjölskyldunni í sund á góðviðrisdegi og átt góða stund saman og jafnvel fengið ís eftir á eða annað góðgæti og rölt heim úr hverju slauðinni sætt og glaður eftir vel heppnaðan dag og það ekki sett strik í heimilisbókhaldið. Tökum sem dæmi að hjón með 2 börn fari í sund og ætli sér að vera í hálftíma, þá kostar það 2080 krónur sem allt of dýrt og þar af leiðandi eru miklu möguleikar á því að efnaminna fjölskyldufólk hafi ekki efna því að sækja sundstæði borgarinnar. Okkur finnst að það ætti að vera gjaldfrjálst fyrir börn undir 10 ára vegna þess að mega ekki fara í sund á eigin vegu, sem sagt þurfa að vera í fylgd með forráðamanni sem þarf að borga fullt gjald fyrir sig og barnið. Okkur í ungmennaráði Kjalarnesar finnst það ekki borga sig fyrir barn sem ekki má vera eitt í sundi. Fyrir fullorðna manneskju kostar 900 krónur í sund en fyrir börn undir 18 ára 140 krónur. Okkur finnst mjög skrítið að sé svona mikill munur á milli þessara verða, þar sem okkur finnst allir sé að nýta sér sömu þjónustuna. Sund mjög góð alhlifahreyfing sem allir ætti að geta nýtt sér, bæði til að ýta undir heilsueflingu og sér til skemmtunar. Til þess að auðvelda fjölskyldum að fara saman í sund þarf að byrja á því að lækka verðið í sund og við vitum að myndi koma mörgum fjölskyldum til góður að nota. Svo má ekki gleyma því að það mjög dýrt að fara í sund og þá sérstaklega þegar fjölskyldufólk ætlar að fara í svona stutta sundferð. Og getur það olið því að fólk fari sjaldnar í sund því það alltaf dýrt að fara í stuttan tíma. Þrátt fyrir að hægt sé að kaupa sér afsláttarkort þá hentar það ekki öllum því að sumir fara sjaldnar í sund og kaupakortum getur verið stór hlutir á ráðstöfunartekjum heimilisins. Til dæmis kostar áskort fyrir fullorðin 31.000 krónur og áskort fyrir barn kostar 10.000. Þannig má sjá fyrir að 4 manna fjölskyldu, 2 fullorðna og 2 börn myndi það kosta 82.000 krónur að kaupa áskort fyrir fjölskylduna sem ansi hátt hlutfall ráðstöfunartekna meðal fjölskyldu. Við hvetjum ykkur því til þess að lækka aðgangseyri í sund til að stuðla að bættri lýðheilsu, góður samverustundum fjölskyldunar og aukin notkun sundlauga Reykjavíkurborgar. Takk fyrir. Jóhanna Líf Sigurþórsdóttir, Reykjavíkurráðsfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur til máls. Forseti, góðir fulltrúar í ungmennaráðunum í Reykjavík og Reykjavíkurráðinu og góðir borgarfulltrúar. Ég vil þakka fyrir þennan fundir í dag, þakka ráðunum fyrir góðan undirbúning fyrir hann og að koma hér með tillögur. Ég held að það sé ekki spurning að við borgarfulltrúar, við lærum mjög mikið af því að hlusta á ykkur, heyra ykkar sjónarmið. Í gegnum árin hefur reyndar svolítið verið kvartað við því að tillögur komið hingað inn á fund, þeim sé vísað pent til nefnda og síðan verði ekki mikið úr þeim. Það sé eitthvað talað þær en í fæstum tilvikum verði þær að veruleika. Ég vona að í dag þá verði einhverjar tillögur að veruleika því að hér eru mjög margar góðar tillögur. Það vekur athygli mína að flestar þessara tillagna þær rata til skóla og frístundaráðs. Einna helst nema svo sem hér til umfjöllunar tillaga um lægri aðgangseyri í sundlauga Reykjavíkur. En þetta sýnir hvað brennur á ykkur, ungmennaráðslega góðir, og sérstaklega finnst mér athyglisvert að það eru 2 tillögur eins og bara oft áður
að kynfræðsla eða kynþroskafræðsla verði bætt í borginni, og það greinilega eitthvað sem við þurfum algjörlega að taka til okkar, því að slíkar tillögur hafa komið hingað oft fram áður en það virðist einhvern veginn ekki duga til. Nú líka vekur athygli mína að það eru aðrir góðir kunningjar hér, gamlir kunningjar sem eru afþreyingarmiðstöð eða ungmennahús. Það er eitthvað sem ég held að við geta brugðist við og tryggt framtíð. Það hafa komið fram tillögur stofnun sérstaks ungmennahús í Reykjavík en sú tillaga eða þær tillögur hafa ekki náð fram að ganga. Nú, sumar tillögurnar, þar eru mjög gott veganesti inn í þá vinnu sem er hafin hér. Það er mikill sparnaður og niðurskurður núna sem stendur fyrir dyrum hjá Reykjavíkurborg, og við borgarfulltrúar deilum að sjálfsögum það hvernig að standa að því, og þá tölum við oft að sum þjónusta sé lögbundin og önnur ekki. Mér sýnist að hér séu ákveðin skilaboð til okkar að standa vel að lögboðinni þjónustu sem mun eitthvað liti fara undir niðurskurðarhnífinn eins og margt annað, og tillagan að bættu aðgengi að sálfræðiaðstoð er mjög mikilvæg held ég í þeim skilningi. Og eins og ég segi, ég held að þessar tillögur séu góða leiðarvísi fyrir okkur borgarfulltrúana inn í þá vinnu sem er hafin, og við munum að sjálfsögðu deilum það. Það eru alltaf takmarkaðir fjármunir til ráðstöfunar en svo margir góðir hlutir sem við viljum gera, og ég segi fyrir mig minnsta kosti, allar þessar tillögur sem eru í dag eru mér ákveðið veganesti inn í mín ráð. Ég sit bæði í skóla- og frístundaráði og íþrótta- og tómstundaráði það með hvaða hætti við að spara. En hins vegar þá held ég að verði bara að tala hlutina eins og þeir eru. Borgin er í fjárhagserfiðleikum og ég er hræddur að það muni mjög fáar tillögur sem hér eru og kosta peninga verða að veruleika. Mér segir svo hugur. Ég gæti auðvitað að koma hér upp og sagt bara þetta er fínt mál, bara let's do it. En bara ég held að sé betra að tala hlutina eins og eru og bara segja ykkur sannleikann. Það eru margar góðar hugmyndir sem kom inn í ráðunni í Reykjavík en afar fáar nýjar hugmyndir fá rauninni fjárhagslega meðbyr. En svo má reynda að segja það að það eru ýmis hagræðingartækifæri í borginni þar sem við getum breytt þjónustu og tekið upp nýja þjónustu, lagt niður aðra og haft á þessar tillögur í huga og svo auðvitað sparað í eitthvað sem okkur finnst bara að vera hreinn óþarfi og varið þá frekar fjármunum í þetta. En bara svo þið vitið að þá er okkur þröngt stakkur sniðin fjárhagslega og erfið tími framundan. En svo má líka segja að þessar tillögur eins og til dæmis reglulegt málþing sem þurfi ekki að kosta neitt í sjálfu sér. Við vitum það að það kostar ekkert að halda fund nema tíma þeirra sem fara á hann. Nú tillagan sem hér er til umfjöllunar lagri afgangseyri í Sundlaugar Reykjavíkur. Bara fín tillaga. Það er von að spurt sé því að verðið í sund hefur hækkað mjög mikið á undanförnum árum. Áramótin þá hækkaði verð fyrir staka sundferð úr 650 í 900 krónur. Ég held að á fáum árum þá hefði verð fyrir staka ferð í sund tvöfaldast. Hins vegar bara í ljósi fjárhagsstöðu borgarinnar þá held ég að sé mjög ódýrt og var ekki heiðarlegt að gefa þér eitthvað loforð lækkun. Mér segir svo hugur að verði í sund muni ekki lækka á þessu ári minnsta kosti. Þetta er í sjálfu sér ekki skólasund er lögbundin þjónusta. Þegar við seljum inn í sund það er ekki lögbundin þjónusta og sem mesta starfsemi borgarinnar þarf að standa undir sér. Sundlaugarnar gera það ekki en það verður óábyrgt af mér að lofa því hér að þetta er lækkað því að ég held að því miður og svo verði ekki. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. Hann lagði ekki fram málsmeðferðartillögu en forseti leggur til að tillögunni verði vísað til íþrótta- og tómstundaráðs til umfjöllunar. Þau sem samþykkja það gefi merki. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá förum við í 7. mál sem